Fulfill, gómsætt nammi með dagsskammti af 9 vítamínum, 20 grömm af prótíni og engum viðbættum sykri. Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú það kótilettur og fleira. Og hann kominn til mín, ferðaþjónustubóndinn Jóhannes Geir Sigurgeirsson, velkominn. Takk. Þú ert með lambinn, það má segja lambinn hérna í Eyjafjarðarsveit séu þínar ær og kýr, ekki satt? Jú, það má kannski segja það, jú. Og kótilettukvöld, það eitthvað sem að þú hefur verið svolítið að sérhæfað í, ekki satt? Við höfum verið með kótilettukvöld í, þetta 7. árið í röð núna. Já, alltaf bara einu svona ári? Nei, 2 til 3. En við höfum alltaf verið þessa helgi, fyrstu helginni í Þorra, sem okkur fannst svona svolítið skeri fyrst. Já. En reynslan hefur verið svo að það hefur alltaf verið fyllt út dyrum á þessu kvöldi. Ég held að séu þeir sem ekki ætla á þorrablót, þeir vilja gera eitthvað annað í staðinn. Já, og sakna ekki þorra matarins þannig. Nei, ekkert endilega þá. Og svo ekki nóg með það, þetta á morgun, laugardag, kótilettukvöldið. Já. Og það ekki alvorðið fullt. Nei, það einhver sætjarlaus. Maður þarf að hafa hraðar hendur. Já, maður þarf að hafa hraðar hendur, já. Og hvað það nú sem þarf að hugsa þegar maður að gera góða kótilettur? Það þarf náttúrulega að leggja ást og alúð í það eins og alla aðra matreiðslu. Það þarf að hafa þær hæfilega þykkar. Já, og hvað hæfilegt? Já, mér finnst svona 22-3 millimetrar hæfilegt, 2,4 centimetrar. Svona til samanburðar, hvað fær maður út úr búð? Já, framundir þetta hefur það verið bara 1,8. En svo vil nú til að það kom fyrirtæki til Íslands fyrir nokkrum árum sem heitir Costco og þeir breyttu skurði á kjöt á Íslandi þannig að nú farið að skera það yfirleitt þykkara því að þeir vildu það. Nú síðan náttúrulega grundvallaratriði að buffa þær eða berja þær alveg í klessu. Það, já, bara með hamarinn? Já, með kjöthamri og krydda þær þegar þú ert að berja þær með því kryddið sem þú ætlar að nota. Krydda og berja svo kryddið inn í það? Já, kryddið inn í þær með nánast. Sumir krydda bara í raspið en það dugir ekki. Dugir ekki, nei. Og maður ber það beggja vegna, ekki? Beggja vegna. En verða þær þá ekki aðeins minni en 22 cm? Jú, þess vegna viljum við hafa þær svolítið þykkari. Já, svo hægt að berja þær. Hægt að berja þær svolítið. Og við það að berja svona kjöt, þá gerist eitthvað? Já, það verður meirara. Það staðreynd. Og svo þarf að koma eitthvað utanum? Já, svo þarf að raspa þær. Og velta þeim upp úr eggi og mjólk og síðan raspi. Og raspurinn líka eitthvað svona heilagt? Já, það svona, fólk vill hafa þann gildar og þá þetta þessi gullni raspur sem við vilja hafa. Og svo þetta bara steikt? Svo þetta steikt. Og í smjöri? Í smjöri og reyndar nú ágætt að hafa aðeins smjörlíki í fyrstu umferð svona til þess að það brenni ekki eins. Hefðin hefur verið kannski í heimilum að steikja þetta fyrst á pönnu og setja í ofn á eftir. Við höfum svona komið upp okkar aðferð við að geta matréttar bara alfarið í ofni. Það reyndar ekki hægt annað að það gera svo margar. Einhver 100 stykki af þessu í einu. Fólk að fá sér meira en eina kótilettu? Þetta þannig? Já, meðaltalið yfirleitt hjá okkur 3 til 3,5 mann. Það svo mikið? Það svo mikið og sumir geta verið mjög drjúgur. Þetta hlaðborð? Þetta hlaðborð. Á þess að maður færi nokkuð að telja ofan í gestina. Þá veit ég. Þú þarft að vita sirka hvað þetta eldast mikið. Já, það svo mikið. Og hvað það margir dilkar ef maður fer út í þrúleis? Sko, við erum nú að, meðan við eigum, þá vinnum þetta úr eigin kjöti sem við látum skera hryggina fyrir okkur, fyrir kótilettur og svo sagar og góður grannið þetta fyrir mig og maður nær svona 26 cirka úr góðum hrygg. Aðeins eftir því hvað þú ert með þar þykkar. Þetta nokkrir dilkar sem fara í þetta? Þetta nokkrir dilkar, eða sluti af nokkrum dilkar. Þetta var kótilettukvöldið, spennandi. Ég farin að slefa bara. En meðlætið, það ekki líka bara svona hefðbundið? Meðlætið hefðbundið, það reyndar rauðkál, það reyndar rauðkálið okkar sem okkar sér uppskrift sem við notum með þessu og svo grænar baunir. Bara hvítar kartöflur og vel af bræddu smjöri með. Það meðlætið. Og síðan höfum við alltaf haft það sem við kallum norrlenskt búðingahlaðborð á eftir. Þá höfum við verið með svona royal búðinga og líka gömlu flóru, það sem var kallaður heiturbúðingur, þannig sem er búið fram kaldur. En nú hægt að framleiða það.
Wilko keypti þessa framleiðslu. En ég svo heppinn að ég náði í restin og lagurinn hjá þeim í fyrra sem var reyndar ekki nema 2 kíló. Wilko búðingur, það eitthvað svona vanilegt? Nei, þetta gamli rombúðingurinn frá Flóru. Já, ég bara þekki hann ekki. Ég þekki Royal búðingar. Já. Þetta var kótilettukvöldið, en svo svo margt spennandi að gerast hjá ykkur á Lambinn. Það ykkur svona tímamót. Viltu segja okkur aðeins? Já, það það í raun, sko. Og ung bandarískt hjón, Matthew og Aurora Wikström, ætla að segja. Þau að flytja til okkar og koma inn í reksturinn og vonandi með það fyrir að taka við honum. Já. Hann meistarakokkur og þau hafa saman rekið lítið veitingahús í Portland eða veitingaþjónustu sem heitir Fimbul. Já. Því íslenska nafni Fimbul, Fimbulkuldi. Og þau eru miklir Íslandsvinir, hafa komið oft til okkar, bjuggu í Reykjavík einhver tíma og þá vann hann í nokkra vikur eða nokkra mánuður reyndar og dill svona á því tíma sem þeir voru á sína Michelin-stjörnu. Þannig hann háklassa kokkur. Hann háklassa kokkur, þannig að stefnan að þarna verði veitingastæður sem á sér ekki líkan í sveit á Íslandi. Og ég veit að þau hafa alla hæfileika til þess. Og hann að fara bara að flytja hingað? Já, og stefnan hjá þeim að flytja og vera eins og núna, vera sem sagt 9 mánuði á Íslandi og 3 fyrir vestan. Og að því ég nefndi kótilettundar þá mun ég nú örugglega leita eftir tillögu hjá honum að eitthvað tvist af kótilettur, nota heimatilbúið brauð og heimatilbúið rasp. Já. Og hann tínir jurtir til að nota í krydd og annað. Hann hleypur bara upp í fjall og nær í alls konar. Og kryddaða þá með kótilettundar þá með jurtum úr sama landi og lömbin hafa verið á, sko. Já. Og getur eitthvað upplýst hverju við vona á, bara á matseðlunum, það komið svo langt? Eða? Ekki alveg svona, en það var reyndar, við vorum svona með kynningamatseðl, núna á Laugardalskvöldi var fyrir svona valinn hóp frá ferðaskrifstofum og öðrum aðilum og þetta verður tvískipt hjá þeim. Já. Annars er Fimbul kaffi sem verður svona matseðlustaður sem verður opinn í hádeginu og kvöldinu í það minnsta og þjónar gestum og gangandi og gestum á hótelinu og síðan Nanna sem heitir raun eftir Nönnu Rögnvaldardóttur, matgæðingi sem var með okkur þarna laugardaginn var. Já. Og Nanna mun sérhafa sig í svona margrétta matarupplifunum. Og ég heyri til að mynda að svona þeir sem að selja hér ferðir, taka lúxusferðir og annað, þeir tala þetta akkurat það sem okkur vantar hér á Norðurlandi. Þekkir hann þá til Nönnu eða hvernig kom þetta nafn til? Hann hefur gríðarlegan áhuga á íslensku mat og það sem þau ætla sér að þó þetta verið allt saman sett fram á nýtiskulegan hátt að þá verði grunnurinn íslenskar hefðir. Og hvaðan kemur þessi Íslands áhuga hans? Ég ekki bara alveg klár á því, sko, en ég veit að hann setti sig í samband við Nönnu fyrir nokkrum árum og þau hafa verið í miklu sambandi síðan. Og síðan framtíðar hugmyndin í þessu síðan svo að við munum bæta við þetta sem við munum kalla svona setur hefðbundin íslenskan mat. Já. Og þar myndi þá Nanna koma sterk inn. Já. Þannig að þetta verður svona matarmenningamiðstöð einhvers konar. Vonandi, þetta verður það sem á ensku kallað destination restaurant. Ekki alveg íslenska þýðingin hefur verið svona áfangamatsölustaður sem hljómar kannski ekki eins og hitt en þetta sem sagt þá staður þar sem að maturinn og matreyslan og allt í kringu það sjálfstætt aðdráttarafl. Og vonandi tekst þá gengur upp. Þetta spennandi og bara takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu og gangi ykkur vel á Lambinn. Takk fyrir. Takk.